Þetta allt einhvern leikrit. Svo bara að logja að þjóðinni og þessi engar hótanir í þessu. Það gerist allt miðan nætur. Fólk á ekki að ljúga svona. Ég veit ekki hvernig menn túlka hótanir en þetta gerist aldrei svona. Þeir búin að hafa nógan tíma að ræða þetta ríkisstjórn, vikum saman, þetta bara leikrit. Og þetta leikrit sem ég ekki áhuga að taka þátt í. Þetta snýst alltaf að reyna að halda þessa ríkisstjórn saman. Þetta svo að búa í alveg hrottalegu ofbeldissambandi og geta aldrei komið sér í burtu. Með þess að einhvern fræðimaður upp í háskóla, prófessor í félagsfræði. Þessi félagsvísindur eru algjörlega komin út í móa. Hann fann það að þetta ofbeldi núna væri bara einhver misskipting og ójöfnur í samfélagi. Þá bara að loka þessu deildum. Við erum að borga laun fyrir þetta rugl. Þetta alveg rétt hjá Sigmundi að þessi vandamála business nú orðið yfirgengilegur. Og ég held að við bara einfaldlega verðum að taka bara ábyrgð sjálf á líf okkar og okkar börnum og ungmennum. Ef þú ættir að meta sjálfa þig, hvort myndir eiga að heyra í dag meira í Miðflokknum eða Sjálfstæðisflokknum? Sjálfstæðisflokkurinn bara orðinn veikur, ekki svipur hjá sjó. Og þar hefur bara miklu minni áhrif. Það þarf bara meira útgjöld hérna, það þarf bara meiri hérna. Þetta bara mannvonska, þetta allt bara vont og þið eru saman allt og alla. Og þjóðin bara kaupir þetta alveg í stórum stíl. Sjálfstæðisflokkurinn ýtti mér og Sigríði Andersen út. Þannig þú sérð alveg hvar ofstækið og hvar öfgarnir liggja ekki hjá mér Ertu hættur í pólitík? Já. Það þannig? Já. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling og takk fyrir að hlusta. Örsnögg skilaboð áður en hlustið á nýja starfsmann Mannréttindastofnunar, hann Brynjar Níelsson. Og eins og þið muni heyra þá vissi ég ekki af þessum tíðindum fyrir en eftir hlaðvarpið. Ég reyndar held að hann hafi ekki haft það í sér að segja mér það í persónu. En mér langar að minna á liveshow hlaðvarsinn sem mun fara fram í kvöld ef þið eruð að hlusta á þetta daginn sem þetta kemur út. Sem sagt þriðjudaginn 24. september. En klukkan 8 í kvöld munu þeir Heiðar Guðjónsson og Þórður Pálsson stíga á stokk í mínigarðinum og það er frítt inn og ég ætla að leggja áherslu á það að gestir munu taka þátt í viðræðunum en drjúgur tími fyrir það að taka við spurningum úr sal. Þannig ef þú hefur tökkað því að mæta þá máttu endilega láta sjá þig í mínigarðinum í kvöld klukkan 8 eða 20:00. Ég vona innilega að sjá þig. Ég nefni þetta reyndar í þættinu líka en mér langar að leggja sérstaka áherslu á þetta hér. Ef þú ert að hlusta á þetta í opnu streymi má finna hana þátt í heildsinu á partus.is/Ein pæling en þar eru allar það bil held ég 75 mínútunar af þessum þætti. Brynjar Níelsson, gjörið þið svo vel. Brynjar, ég hef búin að skýta upp á bak hérna, ég sullaði niður. Hvernig ert þú? Já, ég er ekkert búin að gera upp á bak neitt núna. Nei, þú ert ekki búin að gera upp á bak. Þú varst að Sindra, sem þú varst að tala stjórnmálum með hann annars. Já. Hvað hérna? En ég er svo ekki að vera að tala, það var bara svona heimilislífið og þínu hugmyndir og það er eitthvað sem að mínu hlustendur vita. Já, ég meina Sindri var búin að suði mér í árum saman að fá að nýsast. Já, er það? Já. Jason á heima hér. Hvað finnst þér það? Hæ? Jason á heima hér. Já, ég veit það ekki. Hann það var nú búin að afgreiða hans mál, Hann ætti heima á Spáni. Þessi Spánverjar voru skuldbundið til þess að hjálpa honum. Þetta var rosalegt mál. Hringdu með nótt. Mér skilst að það hafi verið maðurinn hennar Svandís Svavarsdóttur sem sér þetta í fréttameilum. Það fer allt í gang. Hún hringir í mumma. Mummi tekur þetta lengra. Guðrún Hafsteinsdóttir gefur eftir. Hvað finnst þér það? Tökum bara ákvörðun Guðrúnar. Hvað finnst þér hana? Já, við erum að byrja að byrjunni, Þetta er auðvitað bara eitthvað leikrit, Það er búið að liggja löngu liggur fyrir að það er búið að hafna hér og úrskurði til það. Og svo gerist það auðvitað bara þegar kemur að framkvæmdinni. Ríkisstjórnin, ráðherrarnir eru búin að hafa nógan tíma til að ræða ríkisstjórn hafi verið alltaf á því. Það snerist ekkert það. Það snerist bara að stoppa þetta framkvæmd. Og það var gert á síðustu stundu því að tíminn er renn út. Þannig að ef þið náðu frestu núna þá verður efnisleg meðferð. Þetta allt einhvern leikrit. Svo bara að logja að þjóðinni og þessi engar hótanir í þessu. Það gerist allt miðan nætur. Fólk á ekki að ljúga svona mikið. Voru hótanir? Já, það er bara þegar menn gera svona miðjan nótt og ráðherrann tekur þessa ákvörðun þvert geð, þá er eitthvað bak við það. En Bjarni mun að segja að það hafi ekki verið hótanir. Ég veit ekki hvernig menn túlka hótanir, en þetta gerist aldrei svona. Þeir eru búin að hafa nógan tíma að ræða þetta ríkisstjórn. Þetta er vikum saman,
Þetta er bara leikrit. Þetta er leikrit sem ég hef ekki áhuga að taka þátt í. Nei. Sko ég veit ekki, náttúrulega þegar við ræddum þetta á sínum tíma, þá var ég á þeirri skoðun að mér finnst þetta alveg vera hægt að það væri hægt að bera ábyrgð á einhverja svona hægt að túlka þessa hluti. Út af því að núna er hann búinn að vera henni 18 mánuði, búið er reyndar að leysa þetta fyrir alllöngu. Ég veit ekki, sko, ég svona hallast að ég menna, jú, ok, hann er sérefni út af því að hann er með hennan Duchenne, þessan sjúkdóm. En ég er sammálaður, sko, að þetta er rosalega einkennilegt að þetta þurfa að leysast á svona einkennilega máta, sko. Það er ekki alltaf til þess. Við erum með ákveðið kerfi kringum þetta, ákveðið lög og reglur. Svona inngrip er bara mjög vont og á ekki að gerast. Ef þú reynir að grafa djúpt niður, hvað er mannúðin þín? Hvað er mannúðin mín? Þetta er ekkert með það að gera. Sko, íslenskir stjórnmálum í Íslandi eru þess að fara til lög og reglum, gæta hagsmuna Íslendinga. Það eru milljónir manna veikir allan heim, sko. Á erfiðu svæðum, sko. Við förum bara til lögum og reglum, framkvæmum þetta. Það er engin minni mann nú að búa á Spáni, ég heldur sem bara annarkur Íslendingur fluttu þangað meira og minna. Þannig að þetta er bara eitthvað rugl, sko. Og það er eitthvað allt annað sem hangir á spýtunni heldur hagsmuna þessa drengs. Og hvað er það þá? Ég veit það ekki. Svarað þú því? Einhver svona hugmyndafræði? Ég bara ætla ekki að vera að geta mig til það, sko. En þetta er auðvitað bara, sko, eitthvað allsherra rugl sem þjóðinni búið upp á og eitthvað leikritum miðanætur. Þetta er óbóðlegt í mínum huga og til skammar. Til skammar. Já, ég veit ekki hvað er lendað, sko. Ef ég hefði verið Guðrún Hafsteinsdóttir, þá hefði ég sagt bara já, við skulum gera það, en ég ætla að kynna frumvarpið í leiðinni, þannig sem við lokum hælisleitendakerfinu. Það er enga bætur fyrir neitt sem að kemur hingað bara með flugi og sækir vernd. Við tökum við okkar kvótaflóttamönnum og þar hafið þið það. Hefði það ekki verið fín úrlausn á þessu máli, svona úr því sem komið á? Það var aldrei boðið þarna. Ég get bara sagt að hefði ég verið Guðrún Hafsteinsdóttir og ríkisstjórnin þrýsta mér í svona ákvörðun, þá hef ég sagt af mér. Já. Ég hef bara sagt af mér. Sagt bara, ég teki þátt í þessu, því ég geti átt þetta leikrit, ein. En þau eru búin að vera að éta ofan í sig eiginlega bara hvað einasta sem hefur... Þetta snýst alltaf að reyna að halda þessar ríkisstjórn saman. Já. Þetta er svo að búa í alveg hrottalegu ofbeldissambandi og geti aldrei komið sér í burtu. Styðurðu ríkisstjórnina? Þetta er alveg spurning. Hvað segir mæjana þér? Gut feeling, eins og kallaði sko, ég er búin að segja það áður, sko. Mér finnst þetta óþolandi ástand á sjónarheimilinu að því að hefur þótt og hvernig menn hafa umgengistu valdið. Sko, þetta er bara alltaf sama pólitík í VG, sko. Lög og reglur skipta ykkur máli, við erum í pólitík. Gerist aftur, gerist í hvalveiðimálinu, gerist í orkumálinu, gerist í þessu öllu saman. Lög og reglur skipta ykkur máli, það er okkar pólitík, eða okkar réttlæti, eða okkar mannúð, eða hvað sem er. Með svona flokki, sem hafa sér svona, er í mínum huga ekki hægt að vera með ríkisstjórn. Þá styður hann ekkert, eins og ég túlkaði þetta. Já, þú getur túlkað bara þannig. Já, nei, ég veit ekki, sko, ég er að skrifa svona mánulag þáttar sem ég mitt fjalla þetta, þar sem að ég færi rauk fyrir því að ég menna þann 1. september þegar Svandís Svavarsdóttir tekur ákvarðanir með hvalveiðimálin, að þá myndi hún sprengja ríkisstjórnarflokkin og ríkisstjórnina eða flokkin. Hún ákvaða að sprengja flokkin sem að mæli svona út af þingi fyrirsjáanlega út af þeim ákvörðunum sem að voru teknar hann 1. september. Og sko það sem að mér hefur fundist kannski líka einkennilegast er að sko það hefur leifst að draga hina flokkana líka ofan í þetta fen, sko. Já, menn eru bara þeirri í stöðu núna, Þórarin, að þeir ætla að ná verðbólgur niður árin kosið þær og menn get ekki slítið ríkisstjórninni.
En hvernig ætlaði að gera það þegar þeir setja 311 miljardar bara í samgöngur? Nei, þeir bara vona að það Á gerist. höfuðborgarsvæðinu? Þeir vona bara að það gerist að sjálfu sér. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig menn að gera. Finnst þetta ekki skrítið? Það er svona allt þetta svona fyrirkomulega. Þetta er allt mjög skrítið og mjög óskýranlegt og við erum bara að sitja upp með það að hafa vanrækt samgöngur á höfuðborgarsvæðinu mjög langan tíma af pólitískum ástæðum sko. Meirhlutans Reykjavík. Þetta er bara vanræksla sko dauðans. Og nú sittum við upp með alveg sko himinháan reikning sko í einhverju sem við vitum aldrei hvernig endar, hvort það gagnast eitthvað eða og svo er bara kjósendur búið upp á þetta. Já. En ég meina ég auðvitað ekki að móti í samgöngubótum í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu. Það er enginn að móti því. Nei. Þetta er eins og ég er búin að vera að segja sko, þetta er annarkoð því að góðar hugmyndir eru með vísandi þess hver fórnarkostnaður aðeim er. Ef að segja eins og svo að þessar samgöngur hefði ekki tvöfaldast heldur áttfaldast eða eitthvað og orðið 900 miljardar þannig að þegar það fóru 160-320 þá hefði þetta orðið vond hugmynd. Fólk er alltaf að reyna að tefla þessu saman sko, já, þú ert á móti samgöngum í Reykjavík. Þetta snýst það að verðmiðinn hefur rosalega mikið með það að segja hvort þetta sé góður eða vond ávöxtun á fé. Fjárfesting. Og við erum bara eitthvað búin að segja við þessu, nei, þetta er bara, þú ert annarkvært að móti það með. En áður en við höldum áfram, þá langar mig að minna það að ef þú ert að horfa á þetta í opnu streymi, þá er það partus.is/einpæling til að sjá þetta í heild og einnig langar mig að minna á live show hlaðvarpsins þann 24. september. Brynjar er einmitt sá fyrsti sem kom og núna er ég verið með Heiðar Guðjónsson og Þórð Pálsson til að taka stöðuna á stjórnmálunum og mér langar líka að segja að ég hvet alla þá til að mæta líka sem eru alveg ósammála. Mér langar að reyna að móta þetta sem svona vettvang þar sem hægt er að eiga samræður. Ég veit að ég, Þórður og Heiðar erum náttúrulega mjög sammála en ég mun líka eyða drjúgum tíma svona allavega svona 40-30% af tímanum fer bara í það að taka spurningar úr sal. Þannig að endilega mæta í kvöld, ég ætla að gefa þetta út núna þriðjudaginn. Þannig að þið mætið í kvöld 24. september klukkan 8 í mínigarðinum þar sem að er frítt inn. Þannig að endilega látið sjá ykkur á eftir. En Brynjar, færum okkur aðeins svona áður en við förum okkur aftur inn á pólitíkina. En mér langar aðeins að byrja svona taka skref aftur á bak og horfa stærri mynd. Ég er búin að horfa á Kardimumbæinn núna undanfarið. Sofía frænka. Þar sem hún er að beitir harðri ráðshendi í því að viðhalda öllu upp á pomp og prakt. Þetta er mikilvæg manneskja að mínum mati sem hefur svolítið svona festu og ákveðni í öllum sínum aðgerðum og í rauninni veigrar sér ekki við að taka erfiðar ákvarðanir og stendur með þeim og heldur áfram. Fjölskyldan. Það þurfa Sofía frænka er mjög lýsandi fyrir mjög margar konur á heimilunum. Þú sagðir held ég í fyrsta skipti sem við spjöllum saman árið 2019. Þá sagðir þú í hlaðvarpi með mér. Ég hef ekki hlustað á þetta síðan, en ég man þetta mjög mikið út af því við reyðum þetta oft upp. Er að þú sagðir það er einn forstjóri á heimilinu, það er ekki þið, strákar. Það var svo talað um ég og Eyþór. Já, sko öllu betri heimilu vera einn Sofía, sko. Við skulum ekki útloka að það geti verið kallinn einhverjum tilvikum. En það þarf að halda utan kompanið og það er mjög vont sko báðir allar stjórn eftir sínu höfði. Þau kompanið verði ekki langlíf. Þannig að ég hef alltaf talið það að Sofía frænka veri mjög sko mikilvæg persóna til þess að halda þessu saman, halda röð og reglu, halda mönnum efnið, passa það að fjölskyldan borði saman og eigi einhverja samverustundir. Og er bara allt í öllu í því sko. Þannig að það er nú ástæðan fyrir því ég fór að nota þetta nafn mikið í mínu pislum. Já, ég fattaði að ég reyði ekki fyrir en ég horfði aftur á Kardimumbæinn. Horfður í á þáttur í gær sem heitir Torgið. Svo var að fjalla ungt fólk. Og við leitumst alltaf að ráða til ungs fólks til þess að taka góðar ákvarðanir. Ég sast niður ég er að kenna náttúrulega hnefalega. Krakkar, ég mun að þekkja þau síðan voru 12-13 ára. Þeir eru orðin 18 ára í dag, miklir, bæði skurungar og kraftmenni. Já. Og ég var nefnt að ræða þetta við þau, sko, þau voru að útskýra eitthvað og ég sagði, þið gerir eitthvað sann grein fyrir að enginn var klár þegar hann var 18 ára.
Þannig ég skil ekki af hverju við gerum ráð fyrir því að þið séu svona klár. Sko, þau eru klár, en þau eru ekki gáfuð. Það er að segja, geta verið klár í einhverju viðfangsefni, en þau taka ekki góðar ákvarðanir, það er gáfulegar ákvarðanir. Þau eru ung og reynslan ekki mikil, sko. Nákvæmlega. En við erum einhvern veginn búin að móta það hugsjón, sko, að við þurfum að fá unga fólki með okkur. Og ég var að horfa á hana þátt í gær, Torkið, þar sem að einn strákurinn sagði, sko, þið verður bara að taka símana. Við höndlum ekki símana. Það var strákurinn orðin, sko, klárari heldur en flest allir aðrir þannig. Hinir krakkarnir fóru að segja, nei, það er ekki að taka símana, þeir eru bara hluti af nýjum veruleika og eitthvað. Ég var bara, En byrju allanstu þess að ríkisvaldi tækja á okkur símana? Nei, en að foreldrarnir myndu rífa sig í gang. Já, sko, en ef þú skoðar, sko, umræðin í samfélaginu, nú hafa komið hérna ofbeldismál, erfið ofbeldismál, og hvernig voru viðbröðin? Samfélagið var að fara að gera eitthvað, stjórnvöld var að fara að gera eitthvað, og ég sagði, já, heyrðu, býtu, og ég sagði mér, sko, ef það er bara þannig að hvorki, sko, börnin eða ungmennin þurfa að taka ábyrgð eigin gerðum, aldrei, og foreldrar hafa enga ábyrgð á neinu, þá er þetta bara þannig að börn gera bara sem sýnist, þau eru alltaf að taka afleiðingum. Og svo kemur bara allt í þjóði, já, heyrðu, nei, það þarf hérna, sko, miklu meira í þessa þjónustu, og svo að tala við börnum og segja að mann hífa sér hættulegir. Sko, við erum fullkomni fávitar í þessu, sko. Börn veit alveg það, hnífar og hættulegir, og þau eru bara að sjá marga myndir það, sko. Og þetta er bara einhvern veginn þannig að þetta er einhver samfélagsleg ábyrgð, að bera engin ábyrgð á sjálfu sér eða sinni fjölskyldu við. Og mér segja að því að smá part að þessu torki, þá kom einn ungi maður og sagði bara, lausnin væri nú bara, sko, að þetta gera bara, sko, grunnskóla, kenna, framhaldsskóla, hæst launustu fólki landsins. Hélt hann virkilega það? Ég er byrjuð sammála því, sko. Já, ekki að þessar ástæð. Halda menn að það myndi laga þetta. Sko, við erum alveg út á túni og ég held að þetta lagist ekkert nema bara við, bæði skóli og heimili, að börnin finni fyrir ábyrgð, það hafi afleiðingar að haga sem eru öngumætti. Gerist ekki öðru. Nei, sko, ég hugsaði þetta, sko, ástæðan fyrir því ég held að þetta þurfa að vera hærra laun er í rauninni tvíþætt og annars verður það að það þurfa að vera ákveðin reisn í þessu, eða þríþætt, það þarf að vera ákveðin reisn í þessari stétt. Öðru lagi þá myndi veljast betra fólk í það að kenna eftir því sem að launin eru hærri. Ég held að við þurfum fleiri karlmenn. Ég held að vandamál ungra drengja verði ekki leyst af miðaldra konum og ég veit að það er svona þykir óþægilegt að heyra það, en ég bara var ungur strákur sjálfur, ég kenni ungum strákum og ég veit alveg hverju þeir bera virðingu fyrir og hverju ekki. Þeir þurfa ekkert einhverja umhyggju og tala tilfinningar sínar okkur, þeir þurfa festu, þeir þurfa tilgang, þeir þurfa umgjörð til þess að geta mótað sína krafta. Ég meina, ungir karlmenn eru stór hættulegt afl ef að þeir eru ekki mótaðir rétt að máta. Það er bara náttúrulegum ástæðum, sko. Já. Það er bara hvernig þeir eru uppbyggðir og hormóna og annað. Það þarf að ala upp börn, það þarf festu, það þarf öryggi, það þarf aga. Leið og menn slá að þessu og þá verður þetta bara óheft, stjórnlaust og menn gera bara sem sýnist. Svo kom bara einhverju félagsvæði, einhverju hlusta veit hérna daginn, sko, þetta er allt eitthvað, samfélagið þarf að grípa í þessu, það þarf marga milljarða í bugl og eitthvað svona og menn alltaf hugsa bara einhverju afleiðingar. Menn er ekkert að hugsa, af hverju er þetta svona? Hvað veldur þessu? Nei, það var meiri pening. Það var meiri pening og meiri pening. Og svo kemur alltaf meiri peningur, en árangurinn verður engin. Bara fjölga vandamál. Þetta er það sem ég hef verið að reyna að benda á, er að af hverju fjölgar vandamálunum og eða vandinn eykst eftir því sem við setjum meira peningi á. Það eru miklu stærri spurningar sem við þurfum að spyrja okkur hérna. Sko, það eru tífalt fleiri börn og ungmenn á ADHD-lyfjum heldur en öðru löndum. 13 sinnum. Já, betur það ætti nú bara að kveika einhverju viðverfið. Nei, bara kerfi heldur bara áfram einhvern veginn. Það eru bara allir, ef eitthvað er að heima, það fyrir allir foreldrar með börn í einhvers svona greiningu. Þetta ættur einhverjum huga að taka til heima á sér. Þetta er alveg ótrúlegt þróun. Þetta getur aldrei enda vel. Það þarf ekki sérfræðing, sko. Ég veist, við erum svo vitlaus eitthvað og hérna. Ég ræði ekkert við þetta, sko. Nei, en ég meina að þetta er náttúrulega bara, en sko það sem er líka kannski einkennilegast í þessu er að
það ber engin virðingu, þú veist, það er allir þegar þú tala við manneskjur, það er allir á sama máli það að þetta þurfa að vera leist inn á heimilinu. En það er einhvern veginn eins og sko, öll umræðin eins og þannig í gær, þá var einhver held transmanneskja sem að kom þarna, sem hét Leo Erling, talaði bara það, bara, heyrðu, þetta er bara fátækt. Bara fátækt er bara fátækt. Þetta fátækt hefur aldrei, hvernig hefur þetta átt að vera þá fyrir á síðustu öld? Sko, það þýðir ekkert að bjóða fólki upp á þetta og menn tala alltaf misskiptingu. Þeir sem eru standa höllust fæti með lægstu launum og lélustu kjörin, þau hafa aldrei verið betri í Íslandssögunni og svo koma menn bara að bjóða upp á þetta. Á sér, þetta er auðvitað ekki boðlegt og misskipting. Ég meina, þú sérðu valla orðið launamun og fólki sem bara fara að vinnumarkaðin 16 ára og þeir sem hafa lokið háskólaprófi að nálgast rítút. Það er engin svona misskipting. Og svo ef það er einhver staðar lærð þá kemur jafnar kerfiða með sköttum og öðru, sárar lítill munur. Og þetta fátæktartal, misskipting, ójöfnur, þetta er bara, og fólki er bara búið upp á þetta endalaust og engi segir neitt. Mér sé einhvern fræðimaður upp í háskóla, prófessor í félagsfræði, sko þessi félagsvísindur eru algjörlega komin út í móa, hann fann það að þetta ofbeldi núna væri bara einhver misskipting og ójöfnur í samfélagi. Á sér, sko, þá bara að loka þessu deildum, sko. Við erum að borga laun fyrir þetta rugl. Hættið þessu.